Nemendur geta valið að fara í B-nám í frönsku sem 3 ára nám og þá algengt að nemendur fari í 1 eða 2 annir til Frakklands í skiptinám sem Erasmus-nemar við einhvern af okkar samstarfsháskólum þar. Svo erum við líka með 2 diplómaleiðir í boði og það þýðir að þetta 1 árs nám, 60 eininga nám og þetta nám bæði í boði sem staðnám eða þá fjarnám. Og þá erum við annars vegar með grunndiplómu sem meira fyrir byrjendur og svo erum við með frönsku í alþjóðasamskiptum sem fyrir aðeins lengra komna. Ég valdi þetta nám til þess að bæta mig í frönskunni. Ég hafði verið að læra frönsku í smá tíma, alveg nokkur ár og aldrei svona náð almennilega tökum á henni og síðan eftir að ég vann með læknamál landamæra þá datt mér í huga kannski bæta úr því og ná mér almennilegt stig. Þannig að ég sá auglýsingu fyrir diplómanámið og það hentaði mér bara mjög vel. Það 1 ár í skóla og maður gert það samhliða vinnu. Þannig að ég bara lét vaða, gildi það. Mér líkar franska nám við Háskóla Íslands mjög vel. Bæði námið skemmtilegt og áhugavert og svo það líka krefjandi og síðast en ekki síst líka fjölbreytt. En til dæmis þá lærum við allt frá sögu Frakklands og málsögu yfir í málfræði og bókmenntir og svo þjálfum við líka framburð og þar á meðal þá förum við ef við kjósum í talnámskeið til Rennes sem 2 vikur og mjög skemmtilegt og fær maður aðeins að kynna svona frönsku samfélagi ennþá betur. Mér finnst styrkleikar frönskunámsins við hafi vera þeir að kennararnir leggja gríðarlega mikla vinnu í að veita okkur þá þjónustu sem við þurfum, svara spurningum, aðstoða okkur við nám og leiða okkur svolítið áfram því að fólk fer í þetta nám af ólíkum ástæðum og ólíkum forsendum. Svo að mínum að þetta besta við námið og þá nýtir sér ekki allir að maður getur farið í skiptinám. Ég fór í skiptinám til Parísar í 9 mánuði og stundaði nám við Sorbonne Nouvelle. Það líka rosalega mikil áskorun að fara í tíma með frönskum nemendum og ég valdi mér alveg ýmsa áfanga í einmitt leiklistinni og bókmyndafræði og fleiru sem voru erfiðir en ég held ég að lært mest af þeim. Þegar þá situr maður bara við hliðina á öðrum frökkum og kennarinn ekkert að gefa þeim afslátt. Kennslan sjálf fer fram á frönsku að mestu leyti en við grípum líka eitthvað til íslensku og styðjum þannig við nemendur sem eru að hefja nám hjá okkur. Kennararnir eru mjög góðir og hugsa vel okkur og það ekkert mál að fá nánar útskýringar á einhverju ef maður skilur ekki eða aðeins svona kannski að komast inn í þetta frönskumælandi samfélag og venjast því að kennslustundir fari fram á frönsku. Ég held að frönsku námið mun nýtast mér á margan hátt í framtíðinni. Til dæmis eins og þá hef ég áhuga á málvísindum og stefni á að fara í frekara nám í málvísindum en Frakkar og frönskumælandi þjóðir eru mjög framarlega hvað var það svið. Þannig ég held að geti aldrei verið eitthvað neikvætt að kunna frönskuna almennilega fyrir utan að hvað gaman.